Hefur geggjaður seinni leikluti á móti sterku liði Finnlands. Hvað var sagt við ykkur í hálfleik? Hvað keyrði ykkur svona í gang? Ég veit ekki, bara, þú veist, bara seinasti leikurinn og við erum bara hægt að spá í stigatölvunni og svona og bara reyna að læra eitthvað af þessu, skilurðu. Þú veist, og bara við vissum alveg að þetta er erfið leikur og þetta er krefjandi, skilurðu, en já, mér fannst það bara mjög flottur seinni hálfleik. Nú ertu ekkert búin að spila á þessu móti, meiddist bara hálfa mínúti í leik eða eitthvað, fyrsta leikinn. Geturðu sagt okkur pínu hvað gerðist og hvernig reynslan er búin að vera að svona, vera bara á bekknum? Já, sko, ég náttúrulega var bara eitthvað að hita upp og sneri svona á mér ökklan og þetta er svona ofan á ristinni, einhver sprunga. Þannig ég mátti bara ekkert vera með, bara át í nokkrar vikur, en bara reynslan á bekknum, það er alltaf gaman að vera með og svona og ég er þakklát fyrir að hafa komist út og svona en það er alltaf bara ógeðslegt að vera ekki með og sérstaklega sem þetta er svona fyrsta landsliðsverkefnið og þú veist, út af COVID og svona en já, annars er bara búið að vera geggjað gaman fyrir utan það. Já. Telur þú að það verði mörg landsliðsverkefni í viðbót sem þú farið að taka þátt í? Herru, ég get ekki triksað þetta svona, en ég vona það. Það er á dagskrá. Hvernig er svo búið að vera í Kissakaljó? Það er bara búið að vera geggjað, sko. Þetta er bara geggjað veður, geggjað stelpur og bara geggjað gaman. Miklu skemmtilega en ég þarf að vona. Eða sko fyrir utan þetta skemmtilega atvik hérna í upphitun. Takk hérlega fyrir og til hamingju með flott mót. Takk.